Til máls tekur hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson. Virðulegi forseti. Nú komin sá dagur á hveim við lýsum liðnu Alþingi á einhverjum örfáum mínútum. Það svo sem ágætt þjálfun í því að gera óþolandi langa sögu, óþolandi stutta. En í því skyni að fyrirbyggja ásakanir málþóf skal ég bara vera snöggur að því að gorta. Píratar hafa lagt fram frumvarp afnám gagnageymdar, frumvarp skilyrði símahlustunar og aðgangs að fjarskiptaupplýsingum, frumvarp skráningu barna í trú- og lífsskoðunarfélög, frumvarp líftíma þingmál á Alþingi, merkilegra mál en margir gera sér grein fyrir, frumvarp frestun nauðungarsölu, frumvarp upplýsinga og sannleiksskyldu ráðherra, frumvarp útleigu veiðiréttar og sölu veiðileyfa, frumvarp hagsmunaárekstra þingmanna, frumvarp skilyrði fyrir símahlustun lögreglunnar, frumvarp afnám fangelsisrefsinga fyrir tjáningu skoðana, frumvarp afnám banns við guðlasti. Þingsályktunartillögur stofnun samþykkiskrár, fullgilding valkvæmrar bókunar við samning Sameinuðu þjóðanna gegn pyndingum, annað mál sem virðist ekki það stórtækt en er mjög mikilvægt og gott. Sjálfstætt eftirlit með starfsemi og starfsháttum lögreglu, fordæming pyndinga leyniþjónustu Bandaríkjanna sem maður hefði haldið ætti auðvelda leið hérna í gegn, jafnt aðgengi að internetinu sem allir ætti að vera sammála hagnýting internetsins og réttindavernd netnotenda og síðast en ekki síst besta þingmál í heimi, endurskoðun stjórnarskrár lýðveldisins Íslands. Þetta er síðan fyrir utan ýmist andstöðu eða stuðning við ýmis önnur mál, sérstakar umræður, fyrirspurnir og þess háttar þingstús. Nóg af gorpi. Fyrst vil ég nefna að fólk utan þingflokksins á þakkir skilið fyrir aðstoð okkur við gerð þessara mála. Ég veit svo sem ekki hvað fólki finnst þessi afköst, en ég verð þó að segja að síðustu mánuði hefur ótrúlegur tími og ótrúleg vinna farið til spillis. Annar hver dagur eins og lokasena í þætti af Game of Thrones, maður veit það eitt að líklega sé einhver fullkomin skelfing í þann mund að eiga sér stað. Í rauninni er ekki annar dagskrárliður en sá fundarstjórn forseta til að ræða slík mál ítarlega og undir þeim kringumstæðum sem við höfum búið við undanfarna mánuði er eðlilegt að hana séu fluttar margar ræður, enda hver þeirra aðeins 1 mínúta og til undantekninga að á þær sé hlustað. Þó er einnig mjög margt gagnrýnivert við störf þingsins, virðulegi forseti. Í sjálfu sér er það ekki endilega fundarstjórn sitjandi forseta hverju sinni sem hefur verið hvað gagnrýniverðlaust, þótt gagnrýniverð hún hafi vissulega verið lengi á köflum. Heldur fyrst og fremst hvernig fundarstjórn þróast með tímanum út frá gildandi þingsköpum, stjórnarskrá og þeirri staðreynd að forseti þingsins er einnig þingmaður ríkisstjórnarflokks með tilheyrandi pólitískum afleiðingum. Með þeim orðum tel ég mig hvorki draga úr virðingu né innræti virðulegs forseta, heldur bendi ég á staðreynd. Þyki hún óþægileg, ætti það að segja okkur eitthvað. Þó ætla ekki að draga úr því að hér tíðkast einnig svokallað málþóf sem er reyndar uppnefni og auðvelt að rugla saman við eðlilega og langa umræðu. Það væri vanvirðing við dómgreind kjósenda að láta eins og stjórnarandstaðan stundi ekki málþóf. Og Píratar hafa tekið þátt í því, eins og okkur er reyndar skylt að gera ef við ætlum að vinna þeirri stefnumótun sem við erum kjörin til að vinna að. Eins furðulegt og það kann að hljóma, virðulegi forseti, er það beinlínis lýðræðisleg skylda minnihlutaflokks að stunda málþóf. Ef fólki hér inni þykir það fráleitt, þá er það í góðum félagsskap, því svo þykir mér og okkur í Pírötum einnig. Þetta breytir því ekki að þetta er það eina sem við höfum, svo gef oss miskunnsamara vopn og við skulum því með glöðu geði heldur beita. Það liggur í augum uppi að ef meirihlutinn á einfaldlega alltaf að ráða í skjóli 1 eða 2 bókstafa frá kjósendum á 4 ára fresti, þá getur minnihlutinn sem þó vegur 40% þingsins alveg eins farið heim til sín eftir kosningar. Væri það málefnalegt? Væri það lýðræðislegt? Í fyrstu ræðu minni á hinu háa Alþingi sagði ég að við myndum sigra með því að sannfæra. Ég trúði þessu þá og hluti af mér trúir því ennþá. En deilurnar sem þrífast hér á Alþingi við þessi þingsköp og þessa stjórnarskrá eru ekki til þess að vekja manni von að slíkt sé í boði í þeim mæli sem ætti að vera. Sú von er farin að minna á draumóra. En þá segi ég eins og hæstvirtur tónlistarmaður John Lennon, það má kalla mig draumóramann, en ég er ekki sá eini. Við gætum alveg farið í þann leik að bera saman umræður fundarstjórn forseta á þessu kjörtímabili við endalausar 5 mínútna ræður sitjandi stjórnarliða á seinasta kjörtímabili, en sá leikur væri til einskis. Málþóf er raunverulegt, kerfislegt vandamál sem ég veit ekki til þess að Píratar hafi nokkur tíma talið sig yfir hafna. Ekkert okkar er yfir það hafið. Ekki þegar vantrausti ristir svo miklu dýpra en ágreiningur einstaka málefni. Forseti, við verðum að horfast í augu við það að við treystum ekki hvor öðrum. Það þarf að skera á hnútinn og enginn er til þess betur fallinn en þjóðin sjálf. En vel á minnst, virðulegi forseti, lausnin við þeim vandamálum sem rísa vegna valdþjöppunar og ofurvalds er einföld og augljós.
meiri aðkoma almennings milli kosninga. Ef við ætlum, minnihluti og meirihluti, að láta hvort við hitt eins og barn í frekjukasti eins og við gerum, þá getum við líka látið eins og að fleiri séu á staðnum, ýmist að þrífa eftir okkur, mata okkur eða út að vinna hörðum höndum fyrir okkur yfirvald sem stærra og sterkara en við sjálf og fullfært að útkljá okkar deilur, íslensku þjóðinni. Hver veit nema hún myndi hlusta meira á okkur ef við hlustuðum meira á hana. Ég skil það mæta vel að fólk treysti okkur illa fyrir sínum málefnum ef við treystum ekki því sjálfu fyrir þeim heldur. En ljúkum þessu nú á jákvæðum nótum, virðulegi forseti, eins og hæstvirtur tónlistarmaður Jónas Sigurðsson söng með virðulegri hljómsveit Ritsílum framtíðarinnar með leyfi forseta: Hleypið mér út úr þessu partí, hér allt í steik. Hleypið mér út úr þessum flókna látbragðsleik sem endar hvergi, eins og góðu dátinn sveik. Hleypið mér út með rakettu reik, með rakettu reik. Það er ekki auðvelt að vera fastur í þessu paranormalíseraða partí. Við erum eins og hótel og gestir okkar eru hugmyndir allra hinna. Einar fara og aðrar koma síðar í dag. Og alltaf bætast nýjar ranghugmyndir í skörnin. Við rembumst við að lána pening fyrir aðra til að keyra áfram neysluna og til að kaupa nýja hluti fyrir aðra til að ýta undir þensluna svo þessi endalaust að vinna fyrir aðra til að borga fyrir veisluna og aldrei kemur upp úr til að anda. Nú stendur ykkur upp í salnum og segir: En lífið er bara svo flókið. Ég segi nei. Nú hringir ykkur inn í þáttinn og segir: Maður verður að vera raunsær. Ég segi nei. Maður verður að passa sig að gera ekki mistök til að falla ekki á þetta hinna. Nei, ég fikk nóg af þessu rugli. Tökum þetta upp á annað plan. Þessu partí, hér allt í steik. Hleypið mér út úr þessum flókna látbragðsleik sem endar hvergi eins og góði dátinn sveik. Hleypið mér út með rakettu reik, með rakettu reik, með rakettu reik, með rakettu reik, með rakettu reik. Að vera fastur í þessu paranormalíseraða partí. Við erum eins og hótel og gestir okkar eru hugmyndir allra hinna. Einar fara og aðrar koma síðar í dag. Og alltaf bætast nýjar ranghugmyndir í skörðin. Við rembumst við að lána pening fyrir aðra til að keyra áfram neysluna og til að kaupa nýja hluti fyrir aðra til að ýta undir þensluna svo þessi endalaust að vinna fyrir aðra til að borga fyrir veisluna. Aldrei kemur upp úr til að anda. Nú stendur ykkur upp í salnum og segir: En lífið er bara svo flókið. Ég segi nei. Nú hringir ykkur inn í þáttinn og segir: Maður verður að vera raunsær. Ég segi nei. Maður verður að passa sig að gera ekki mistök til að falla ekki áliti hinna. Nei, ég hef ekki nóg af þessu rugli. Tökum þetta á annað plan. Hluti fyrir aðra til að ýta undir þensluna svo þessi endalaust að vinna fyrir aðra til að borga fyrir veisluna og aldrei kemur upp úr til að anda. Nú hringir ykkur dyrabjöllur og segir: Megum við kynna þið fyrir sannleikanum? Ég segi nei. Þú segjaði mér efasemdir sem segja: Það er ekki að vaxa upp úr þessu. Ég segi nei. Þessi texti bara einhver vitleysa. Það er ekkert vit í þessu. Nei, ég hef ekki nóg af þessu rugli sem að kallast vit.